Kæri áhorfendur og velkomin með okkur í úrslitaleik kvenna, leikur nr. 2 milli Fjölnis og Skautafélags Akureyrar. Leikur nr. 2 í úrslitum Íslandsmeistaratitilinn. Lið Akureyrar leiðir úrslitaeinvígið með einum sigri unnið síðasta leik með yfirburum. Og við erum það myndi að fara að hefja leik hér í dag. Númer 14, Eva Terransdóttir. Númer 17, Sunna Björnsdóttir. Númer 18, Berglind Leifsdóttir. Númer 19, Amanda Bjarnadóttir. Númer 20, María Eiríksdóttir. Númer 21, Jónína Guðbjarnadóttir. Númer 22, Teresa Snorradóttir. 23, Guðbjörg Sigurðardóttir. Númer 24, Katrín Björnsdóttir. 29, Gunnborg Jóhannsdóttir. Númer 30, Birta Þorbjörnsdóttir. Númer 35, Alexía Ársælsdóttir. Númer 77, Kolbrún Garðarsdóttir. Númer 88, Elín Dórsensdóttir. Góða skemmtun. Það hefði ég haldið. SA-stelpur eru komnar í góðan gír. Fjölnisstúlkur einnig öskra hér út úr sér lungun og við erum í það myndi að fara að hefja leika. Sýnist að Saga Blöndal byrji í vörninni fyrir Skautafélag Akureyrar. Hilma Bergsdóttir er þar einnig og fleiri góðar til. Við skulum kíkja hérna aðeins á hverjir eru hérna í fyrstu línu. Númer 11 Hilma, Saga númer 13, Iconic númer 13 og gott ef þetta er ekki hún, já hvað skulum við segja, Berglind Leifsdóttir hérna með þeim inn á og Aðalheiður einnig. Teresa líka. Kemur sending inn, Saga fær hann og nei, gripið. Auðvitað gripið hjá markmanni Bjarnarins. Jónína vinnur aukastið strax beint í skot. Það er framhjá, Jónína nær honum aftur. Skýlir bekkinu vel út í horni en Fjölnisstelpur ná honum og missa hann aftur. Jónína í baráttunni upp á bláu. SA-stelpur ná honum aftur. Einhver barátta þarna í horninu og vel gert hjá Katrínu. Skýlir bekkinu vel. Lipur á skautunum eins og pabbi sinn. Þannig kemur pressa. Þetta sé ekki úr Sunna en við skjátlast ekki. Leið mér að sjá. Jú. Sunna Björgvinsdóttir skoraði þetta 3 mörk og lagði 1 til í síðasta leik. Þannig að hafið þið augun með henni í kvöld. Nei, Ardís ekki með góða sendingu á bláu línunni. Saga hotslög með hann. Gefur hann beint í skautan hérna á Sunnu. Sunna ber hann inn. Gefur hann frá sér. Elín hendir honum hérna hringinn. Murphy missir hann. Skulum sjá Kolbrún með bökkinn. Góð sending. Vel gert en Fjölnistelpur ná honum aftur. Nei, beint í, hann fyrir út af hana. Að minnstakosti fór hann út. Og margar á ís, Akureyringar. Það hlýtur að vera, það voru allavega 6. Það er einhver í stúkunni sem segir bara hreinlega hvað er í gangi. Ég tek undir það heils hugar. Það voru allt of margar á ísnum. Spurning hver tekur út refsinguna fyrir þær. Sýnist að vera númer 23. Guðbjörg Sigurðardóttir tekur þetta út.
Fjölnistelpur fá hérna powerplay snemma í fyrstu lótu. Skulum sjá hvort þeir ná eitthvað að nýta það. Og þeir skora beint úr marki, úr uppkastinu, þeir skora. Hvað er að gerast hérna? Þeir skora eftir 2-3 sekúndur í powerplay. Þetta sé maður ekki oft. Alls ekki. Vel klárað. Það er fagnað hér. Vel í húsinu. Það er strax orðið 1-0. Nú er ég að játa að ég kann ekki alveg deilinn á markmannum sem er hjá Fjölnistelpu. Hann er ekki einn á skýrslu. Einhver lítið fugl sagði mér að þetta væri lánsleikmaður úr öðru félagi, en ég þori ekki alveg að fara með það. Nú sjá Murphy með puckinn. Murphy setur hann aftur niður. Aftur djúpt. Þessar koma og Saga nær hann mjög uppi. Heldur puckinum. Hendir honum djúpt. Teresa missir rétt á svo af hennu. Já, og það er mark. Teresa með stóðsendingu á leikmann númer 18, Berglind Leifsdóttir. Vel gert hjá SS-stelpum, ekki lengi að svara. Þá er það Jónína og Steinun í uppkasti. Fjölnistelpur vinna það. Koma hérna inn, Ardís reynsar út. Elín með þversendingu hérna inn. Harpa setur hann inn fyrir bláu. Nær honum aftur, vel gert. Og svo skot, það er varið. María hreinsar út. Elín nær honum, dömpar inn. Ardís með puckinn, setur upp hjá Evu Karvelsdóttir. Þversending yfir, vel gert. Og svo Bossi og markar aftur, nei, slapp í þetta skipti. Veit ekki hvort þið heyrið það, kæru áhorfendur, en það er rífandi stemming í húsinu. Greinilegt að Fjölnistelpur eru sólgnar í það að sýna að þær eru ekki að fara að tapa eins stórt og síðast. Sigrún með puckinn, dömpar honum inn, skot á mark, varið. Vel gert, Saga, allt í öllu. Já, skautar vel Akureyrar. Herru, stórhættuleg sending, Saga nær honum aftur og Saga er með flugbraut fyrir fram að sig. Missir puckinn aðeins frá sér þarna. Og svo Herðu. Þetta var nú ekki vel gert. Saga fer þarna aðeins í Gretu bak við markið. Greta er eitthvað ósátt með það og slengir kylfin í hausinn á Sögu. Þetta viljum við nú ekki sjá. Fær verðskuldar 2 mínútur fyrir þetta glæfralega brot. 2 mínútur fyrir hæsting er kallað. Dómaratríóið hérna í kvöld. Búnar að stilla upp og SS-stelpur eru að fara að byrja powerplayið sitt. Vinna puckinn strax, skot á mark, nei. Það reyna að hreins út, hann á hún strax aftur, Berglind með hann. Markaskorun á Sögu. Vindhögg. Berglind upp á Sögu.
Saga, ætlum setja hann yfir, ætlum skjóti, skýtur! Varið yfir. Vel gert, vel gert. Elín. Og hreinsa, og hreinsa. Þessar stelpur fara hérna í rútinir að breakout. Og auðvitað er Saga sem fæði puckinn. Það komast hérna inn í svæðið með herkjum. Munum það að Skautafélag Akureyrar er á yfirtölu. Mínúta eftir af þeim dóm. Sunna með puckinn. Sunna setti 3 í síðasta leik og við veitum aldrei hvað hún getur gert. Núna er hún komin. Skýtur fram hjá. Stórhættulegu leikmaður. Þær fara með puckinn aftur þessar stelpur. Gott ef við ekki Kolbrún sem gefur puckinn á Sunnu. Sunna með hann alla leiðina inn. Setur hann í battan. Kolbrún með hann. Kolbrún og Katrín með góðan samleik að enda með skoti. Þessa stelpur skipta 80 sekúndur eftir að powerplay. Berglind vinnur face-offið. Hilma með snöggt skot, vá, vel gert. Svo upp, Saga með hann. Saga setur hann aftur niður. Fjölnisstelpur hreinsa, vel gert. Kristín aðstofafélagi Fjölnis hreinsar þarna út, léttir aðeins pressuna og já, þarna kemur Greta inn og þá spila þær 5-5. Saga enn og aftur með puckinn, allt í öllu. Saga Blöndal á Hilmu. Hilma fyrir inn, umkringt, 4. Þær vinna puckinn. Jónína tekur hann. Herri, þetta er Jónína. Öllum menn nú fertugum fært, eins og sagt er. Sending upp á Jónínu og Jónína með skot. Deflection sem endar í púðunum á markmannum. Fer eitthvað út í horn, einhver súpa þarna niður í horni. Sé ekki alveg hvað er að gerast. Puckurinn er komin upp á Katrínu. Katrín missir aðeins af honum og vinnur reisið tilbaka. Katrín fer alla leið inn í svæði. Nei, fer inn í vandræðin og nei. Skot sem var ekki skot. Fer rétt fram hjá heldur puckinum, kemur hún á Jónínu. Fjölnisstelpur vinna þarna. Hætta. Já, það er hreinsa. Sennilega er þetta nú icing og bannað að skipta allt tilbaka. Ekkert sérlega erfitt að fylgjast með hvaða leikmenn fara út af hjá Fjölnisstelpum. Það eru bara það fáar, þannig að það er allar hreyfingar á bekknum auðsjáanlegar. Hvaða leikmenn vantar inn á. Já, það er greinilega ekki verið að borga fyrir Spotify hérna í húsinu, þannig að við fáum að heyra auglýsingar hérna öðru hvoru. Það er bara partur af þessu að segja hérna í gráðunum. En nóg það, Sunna með puckinn. Það er að spila þetta svolítið eins og sé á yfirtölu, en það eru það alls ekki. Saga með puckinn, tekur skot og rétt framhjá. Það er hreinsa. Þetta á að vera að spila áfram, þetta er ekki icing. Vel gert. Sunna tekur puckinn, horfið nú á Sunnu. Hún byrjar að skauta og hún er ekki að fara að stoppa. Ég get alveg lofað eitthvað því. Horfið, tripping. Alveg klárt tripping. Það þurfti bara eitthvað svoleiðis til að stoppa Sunnu. Hún var komin í 5. gír.
jafnvel 7. Og það er Murphy sem tekur sér sæti. Lára Murphy. Þá fáið aftur yfirtölu hjá Skautafélagi Akureyrar. 5-4. Þar vinna uppkastið. Já. Og það er það. Það er Saga. Saga með bökkin og skýtur og vel gert. Kemur hún á markið. Saga með bökkin aftur. Lappar inn. Rétt fram hjá. Saga þar aðeins að laga miðinn. Og þá kemur þetta. Vel gert á Fjölnistelpu, ná honum þarna. Berglind. Róar þetta niður, vel gert. Kærulaust þarna hjá Hilmu. Og enn kærulaustara hjá Sögu. Ekki það sem þú vilt sjá í powerplay, bara hent pökkinum eitthvað inn í miðju og vona það besta. Það þarf að fara betur með þetta. Og nú fara þær alla leið í sitt eigið svæði og setja upp í sitt breakout. Kemur sér þarna inn. Berglind, ennþá með bökkin. Missir hann aðeins frá sér. Sennilega hendur hún inn upp á Jónínu. Strax aftur á Berglindur á Ardísi og Ardís lappar inn og það er varið. Hilma hendur hún djúpt, ekki nógu djúpt. Katrín Björnsdóttir nær honum hérna við blálínuna. Katrín með hann, lappar inn og rétt fram hjá. Ardís með pökkin. Herri, þetta er Sunna. Það er alltaf verið að reyna að brjóta á Sunnu. Þið sjáu það bara. Þetta er eins og í karladeildinni bara. Það er hendinni til og frá, sjáu þið. Nú er það að fara að vera 5-3. Nei. Dómurinn var að klárast og býtum við. Hvað gerist? Katrín, Kolbrún. Dómurinn í liðin, hann spila 5-5. En biðdómur á Fjölnistelpur. Kolbrún með hann. Setur hann á Ardís á hægri bóðan og lélegt skot inn, en samt. Nei, fristur. Bökkurinn er fristur. Það er eins og mjög grunna. Það er búið að lemja aðeins á Sunnu. Enda að mínum mati skeinu þetta til leikmaðurinn hérna á vellinum. Og hver er þetta sem kemur hérna í bóksi? Það er fyrir tripping Spirún. Þetta er Karen, stórfrænka mín reyndar. Mikill meistari, segir bara, já, ég ætla ekki að fara með það í útsendingu. Óskar hér eftir jarðtengingu hjá dómarunum. Á öskrar Rúnar F, eitthvað svaka gáðulegt, býtum við. Ok. Leikurinn er komin í gang. Vel gert, Saga í öllu. Kemur hérna yfir Berglind með pökkin. Það er blokkerað. Vel gert til Fjölnistelpum. Þau verða að blokka skotin. Þau verða þó nokkur í kvöld hjá SA-stelpum. Saga með pökkin. Mætti nú halda nú að það lærti eitthvað að frænda sinum Orra með að vera í vörninni og vera með pökkin á kilunni. Þetta er þetta beint á Teresu. Teresa lappar inn. Og hvað? Já, hendur honum djúpt, en nú svolítið ein. Akkurat það sem á ekki að gerast í powerplay, að vera ein. Þegar þið eru á yfirtölu, Hilma missir aðeins árum, Saga með hann. Kæruleysilega gert hjá Sögu. Bökkurinn fer út, Ardís tekur hann. Herðu, hvað? Vippa hérna. Já, það er tannlæknadóttirinn mætt með pökkin og hún er komin á skriðið. Fer alla leið, fer sennilega bak við markið, róar þetta aðeins niður og kemur upp spili. Og svo finnur upp í miðju. Vel gert. Auðvitað var þetta Sunna. Það er alltaf eitthvað hætta þegar Sunna er með pökkin.
face off. Fjölnistelpur vinna það, en bara í miðuna beint fyrir framan Jónínu. Elín með hreinsun upp á Kolbrúnu. Kolbrún með hann og tekur skot og rebound. Katrín á Kolbrúnu. Alveg yfir. Samskiptaleysi þarna milli Sunnu og Arndísar. Hann á pekkinum og hreinsa alveg yfir. 10 sekúndur eftir á dómi. Steinunn nær pekkinum og kemur hún eitthvað fyrir frá markið en enginn með henni. Steinunn þarna, fín barata. Kom hún síðan upp á bláu. Elín fer með hann djúpt og sending og rétt fram hjá. Það er Eva með sendingu hérna á. Það er hendur hún djúpt. En þessar stelpur ekki lengi að vinna tilbaka. Smá hérna darradans hjá öllum. Herðu, já, þessi er nú mætt hérna. Þessi er númer 19, Amanda Bjarnadóttir. Þetta lítur að vera, já, ég gíska á yngsta leikmannin inn á, en hún er allan svo minnsti. Þarna, nei. 5 á móti 5. 5 mínútur eftir, Rúmar Saga með pökkinn, skot á bláu, deflection, rétt framhjá. Þá kemur hún Berglind. Berglind er 5 á skautum, það er ekki annað að segja. Opposí, pökkurinn hann laus. Fjölnistelpur ná honum og herðu, fer bara framhjá hann eins og ekkert sé og komin í færi og skot á mark og já, pökkurinn er laus. Berglind. Teresa í baráttunni, pökkurinn fer út úr svæðinu, passið ykkur. Hilma, afsakið, var hann að nálægt þessu. Jónína tapar pekkinum, öll reynslan ekki að virka akkurat núna. Það er að færast hiti í leikinn. Við sjáum það. Hérna er hún Árnadóttir, Sigrún. Hérna er Jónína. Vellur af henni reynslan, setur þversendingu þetta yfir. Skulum sjá, það er góð barátta þarna í horninu, en Elín hreinsar. Inga Aradóttir tekur þarna óþarfa séns. Murphy nær pekkinum og það eru konur í færi og mark hjá Fjölnistelpum. Glæsilega afgreitt, en Inga ekki alveg á tánum þarna, sá kannski ekki Murphy, ég veit það ekki, en var komin í færi mjög fljótlega eftir samskiptið þeirra tveggja og mark er það. Inga ekki ánægð með þetta hjá sér. Ég skil hana vel, en það er nóg eftir að leiknum. Staðan 2-1 fyrir Fjölnistelpum og við hefjum leik aftur. 2-1. Karen hendir hún inn að djúpt. Katrín Björnsdóttir upp á Kolbrúnu. Kolbrún, já, óvart en virkaði. Sunna kom í pökkinn. Horfið nú á Sunnu. Sjáðu. Rást af. Saga með pökkinn á Sunnu. Nei, þetta er jæja, það er alltaf að dæma á þetta. Þriðja skipti sem að eitthvað er brotið á Sunnu. Fannst nú kannski smá leikara taktar í þessu hjá Sunnu, en ég ætla ekki að fara neitt dýpra í þá sauma. Og já, þessar stelpur munu spila á yfirtölu hérna næstu 2 mínúturnar. Það hafi ekki verið tripping sem hún Elín fekk hérna.
Þið sjáu það, Sunna fer ekkert út af. Það er búið að brjóta á henni hérna. Fer ekkert út af, enda þarf hún þess ekki neitt. Mætti inn í face-offið, sennilega vinnu það. Og þessar stelpur, nálu og Sunna afsakið, hún skorar eftir rebound. Og það virðist vera eitthvað þema hér í dag að skora mjög snemma þegar powerplayið byrjar hjá liðunum. Og Sunna klárar færið af stuttu færi. Skora sitt fyrsta mark hér í kvöld og ekki það síðasta. Þessar stelpur konar í sitt svæði, Katrín með bökju baka markið, stoppar, snýr sig við, upp á Evu, Eva hérna í miðuna, aðeins á föst sendingu á Jónunu. Smá darratans hérna, Sigrún, nær pekkinum, fer með hann inn. Hún er með langa kilvu, ýmislegt að gera með langa kilvu í þessum leik. Við skulum sjá, Jónina nær pekkinum, djúft, og snýr upp í hættuna, hann kemur sér frá henni. Eva, já, góð sending. Jónína á Evu, hátt skot, það fyrir yfir, eitthvað deflection. Marja hendi bekkinum aftur niður í hot. Eva nær honum, hérna upp, Murphy. Var þetta dómur? Nei, dómari segist ekki að séð neitt. Það er smá æsingur inn í stúkunni, það var mjög sambarlegt og hjá Sunnu áðan, en þarna hefði hann getað tekið bökinn. Lætur hann fara, Steinun tekur hann, skýlir honum vel þarna í horninu. Já, upp á bláu og skot langt framhjá, það fyrir djúpt. Og já, það vantar aðeins upp á pressuna hjá Fjölnistelpum. Það er stundum eins og séu einum færri þó það séu það ekki. Ára Saga. Saga sendingu í ramman á Kolbrúnu. Emil Álegard ekki sáttur, vill meina að þetta hafi verið æsing. Sennilega völlurinn eitthvað lengri í Svíþjóð og Saga fær bökinn og deflection yfir. Og Gunnborg á Kolbrún, Saga með pökinn. Hún er að drita þessu skotum á bláulínunni eins og frændi sinna Lori. Kemur hérna eitthvað dömp út í hotn, Harpa fær hann inn á kantinum, setur hann í miðjuna. Rángstaða, já, einmitt. Það er einungis 90 sekúndur eftir að þessari periódu og Fjölnistelpur vinna uppkastið. Elín upp á Sigrún, Sigrún köttar hann í miðju, nær, hendur honum djúpt, Kristín með hann. Nálægt í. Eva skautar á eftirhólum, harðri pressu hjá Amundu. Amanda nær honum. Herru, já, hér er fólk að detta á fullu. Fjölnistelpur, Kristín hendur honum á markið og hún freistir hann. Rúnar F. lét vel í sér heyra þegar hann sá Amundu vinna pökinn. Gerði vel. En við erum komin í uppkast í varnarsvæði SA. Við skulum sjá hvað verður úr þessu. Teresa með pökinn á Berglindi, sýnist mér. Nei, alls ekki hún. Har á Sögu. Saga á Hilmu. Hilma fer við bláu. Hendur honum djúpt og næri hann sjálf. Fallegt.
Hún er ennþá með hann. Hanni Berglind. Teresa, herru, smá átök hérna. Stimpingar í þessu, partur af þessu. Saga. Með pökkinn, það eru 15 sekúndur eftir. Berglind. Hún getur náð þessu. Nei, það er þess ekki. Skýli pökkinum vel, anda Fjölnistelpur. Og hreins út. Og þar með fjarar. Herðu. Teflir á 2 hættur þarna, hún Inga. Þarna er nú litlu munað að, herru, já, hún fer í fússi út. Út úr fyrsta leikluta. Hendir kilunum sinna eitthvað á bekkinn. Smellir af sér hjálminum. Og það er nú sennilega að fá sér eitthvað til að róa sig aðeins niður. Koma sterkari inn í aðra periódu. En við ætlum að taka okkur smá pásu og við sjáum okkur aftur eftir.
Bitches vita alveg hver ég oh my god. Já ég í flóni, bitches vita oh my god. Já ég var að púla upp á þér oh my god. Viltu fara heim, baby þér oh my god. Bitches vita alveg hver ég oh my god. Já ég í flóni, bitches vita oh my god. Já ég var að púla upp á þér oh my god. Viltu fara heim, baby þér oh my god. Bitches vita alveg hver ég oh my god. Flóni var að púla upp á mér oh my god. Var að koma inn á klúbbinn oh my god. Já shit, verið þar, nokkuð bitches koma maður. Ég var að græða en mér líður frekar vel. Ég mögðu bussinu mig frekar slaki, Ég að sípa þessi sló, þessi slaki, Þessar gjafir vilja halda Hún að elta, viss hún að elta. Svo ríkur ég berast en þín bara elta. Ég ætla að halda áfram því ég svo ekta. Motherfucker svina ekki hver ég að stappa. Bitches vita alveg hver ég oh my god. Já ég í flóni, bitches vita oh my god. Já ég var að púla upp á þér oh my god. Viltu Bitches vita alveg hver ég oh my god. Já ég í flóni, bitches vita oh my god. Já ég var að púla upp á þér oh my god. Viltu fara heim, baby þér oh my god. Mamma mín að stefna að vera mæta. Við skulum vera klóst að gera okkur sæta. Hann við svæp, eins og Spiderman. Man ekki nefnir gera það saman. Og þessi þulur hérna verður á báðum stöðum. Skilur mig? Shimalamalamalamala. Bitches vita alveg hver ég oh my god. Já ég í flóni, bitches vita oh my god. Já ég var að púla upp á þér oh my god. Viltu fara heim, baby þér oh my god. Bitches vita alveg hver ég oh my god. Já ég í flóni, bitches vita oh my god. Já ég var að púla upp á þér oh my god. Viltu fara heim, baby þér oh my god.
þetta skunk. Gef mér weed, gef mér filter, pappír og sígarettur. Ég skal rúlla og skoði það, rektor, réttu, ég nettur. Fokkin þéttari en fastar fléttur. Ferskur, hannaður, freðin og vel séður. Gef mér, hvað til að þú ríkur kannabissan. Ég og líka smokum átt sníkin ekki snitja. Lætur bjúpa brenglast og gef mér brúnt að bleysa 21, það finnst mér nóg að eiga djúpt að reykja. Gef mér meira jónum, nei gef mér meira bjórum. Frekar enn kjálk og flegi ferðunum sem bómum. Fokk get ég þykk það, stundum þar líkla til að hleypa út villidýri sem býr að innan. Geti sagt að það hafi margt breyst en það er staðreind að ég breytist aldrei. Ég myndi deyja fyrir stelpurnar mínar. 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 Ég myndi deyja fyrir þær. Ég myndi deyja fyrir þær. Ég myndi deyja fyrir þær. Alla. Ég myndi deyja fyrir þær. 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 Alla fyrir þær. Ég myndi deyja fyrir stelpurnar. 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 Ég myndi deyja fyrir stelpurnar mínar. 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 Ég myndi deyja fyrir þær. Ég myndi deyja fyrir þær. Ég myndi deyja fyrir þær. Alla gerir það fyrir stelpurnar cirka bara. Vil ekkert í stað þannig virka það. Strákar að gera mig klikka. Þá er betri sem mætti klippa. Gerir allt fyrir stelpurnar mínar. Þá er mest til að gera þínar. Nískar, stöðu skína. Nískar, stöðu skína. Gerir allt fyrir stelpurnar cirka bara. Vil ekkert í stað þannig virka það. Strákar að gera mig klikka. Þá er betri sem mætti klippa. Gerir allt fyrir stelpurnar mínar. Þá er mest til að gera þínar. Nískar, stöðu skína. Ég myndi deyja fyrir stelpurnar mínar. Ég myndi deyja. Jú, kæra áhorfendur, velkomin aftur. Annar leikluti að hefjast. Hnífjafnt. Hnífjafnt hérna hjá okkur í kvöld. Þá er það Saga með pökkinn, stillir upp bak við markið. Vilja fá í uppspil. Setur pökkinn á Teresu, Teresa nær hann inn innmiðju. Ná að fara við bláu, komin í svæði. Berglind með pökkinn. Engin pressa á henni. Saga með pökkinn. Gummul Saga á ný. Gummul Saga á ný. Pökkurinn djúpt, Teresa með bak við markið. Þarna snýri dómari sér ekki að þessu atviki. Kannski ástæðan fyrir að dæmdi ekki. Sigrún nær pökkinum hérna. Nær yfir rauðu. Og rangstæða er ekki dæmd. Sigrún er honum aftur. Leggur bara aftur á stað. Pökkurinn fer djúpt. Og þá er það Elín nær honum á blálínunni og er skoti. Það er blokkerað. Það er Saga. Saga nær honum hérna. 4 á eftir henni og nær skoti og góð varsla. Má alla líta undan sögu. Þá er hún komin allana með pökkinn og í eitthvað álitlegt færi. Og pökkurinn hérna upp í stúku. Sýndist það að vera stórvinur minn Viggo Hlinsson sem hann er að góma pökkinn eins og hafnaboltaleikmaður. Hann fer heim með þennan pökk. Það er alveg klár. Geiman. Minnagripur.
Það er að Greta á móti Evu. Eva setur hann aftur tilbaka. Þá er það Katrín Björnsdóttir á Evu. Eva með þversendingu. Nei, nær hann inn í miðjunni. Fallegt spil hjá Akureyringunum. Eva. Barátta í þessu. Jónína býður bara sallaróleg. Fær svo bara Fjölnistelpunar á sig. Fær ekki svo öll að fram hjá henni. Inga kon upp kantinn. Á ekki erindi sem erfiði. Jónína tekur snúninginn. Það ná ekkert bekkinu með hann. Það er alveg þannig. Þá hefist við aftur handa. Þetta er svolítið svona skrappi eins og má segja. Hérna í byrjun. Það er að Sunna komin á fleygiferð. Herðu. Þarna lætur Sunna skapið fara með sig, rífur eitthvað aðeins í hjálminn hjá Elínu og já, það er dæmt hérna Sunna, dómarinn dæmir bara eitthvað, dæmir held í húking. Það er svo sem skiptir ekki öllu máli, þetta er allt 2 mínútur. En að því sögðu þá hérna ætla ég að koma einu að hérna fyrir þá sem heima sitja og horfa á streymið. Þá er þetta að kaupa svo kallan styrktamiða fyrir litlar 1500 krónur í Stubbs appinu og þar með getið þið styrt bæði klubbinn og starfið hjá Fjölni og þið finnið það app í App Store og Play Store undir Stubbur og mæli með að þið tjekkja á því og styrkið leið Fjölni í þeirra vegferð. En Fjölnistelpur eru í Powerplay og já, það er ekki að spyrja þeim. Saga búin að taka bökinu einni, taklaðara en það er halda possession og svo Elín lappar inn og skot, það var Elín með þá skemmtilegu taktík að vera með öðruvísi hjálm en flestir. Þeir hef aldrei skilið leikmenn sem að spila með öðruvísi hjálma en liðsfélagar sínir en það er bara svo sem allt í lagi. Face off og Katrín í baráttunni og mark, nei, dauðafæri. Kolbrún hreinsar alveg yfir. Elín tekur hann, nei, Jónína tekur hann af henni og hvað, setur hann djúpt væntanlega, já, Kolbrún með hann. Skýlir bekkinu vel, missir hann samt, Eva Dís nær honum og Bossi, nei, engin ástæða. Kristín með hann, tekur góðan snúning, gefur sér smá tími í þetta. María Sól upp á bláu. Það voru 2 í pökkin. Ok. Og hvað, hendir honum djúpt. Og svo, vel varið. Góð blóð, það er allt annað að sjá til Fjölnistelpa þessu leik heldur en í þeim síðasta. Það var glórið svona 7-0 þetta leiti þá, en það er allt hnífjafnt hérna. Sigrún með pökkin, glórulaust. Aftasti maður reyna að þræða eitthvað. Til hvers, spyr ég, til hvers? Karen, frænka mín, með pökkin. Skautar fyrirliði líka, gleymið því ekki. Skautar hérna áfram og hendur honum upp miðjuna, já, bara árangur þó. Inga. Það er 18, það er Berglind. Horfið nú á Berglindi, sjáu þið hana. Nei, herðu, gefur hann bara frá sér. Ekki allt eftir handritið þarna. Inga, vel gert. Hreinsar hérna upp. Ok, alltaf aðeins að róast hérna núna. Henda bekkinum út.
Elín. Og svo Sigrún með bökinn og hendur á markið. Markmaðurinn hendur sér út í horn. Sigrún með löngu kýluna sína, reynir að þræða hérna bak við bak, gengur ekki. Jónína komin að hirða þetta upp. Fyrirliðin alveg geggjað að það sé fertugur fyrirlið að spila. Alveg geggjað. Jónína, að sjálfsög, Jónína með hann. Og svo, já, hendur honum bara inn, fyrir skiptingu. Þvílík reynsla. Elín, vuss. Jæja, áhættusöm sending en bara árangur. Kristín nær inn fyrir bláu. Og Berglind, Teresa komin inn. Ein á báti og varið Fristur Bökkur. Þá Sunna mætti þeir svo við. Það var eins og að allir séu tilbúinir. Já, Fjölnir stelpur eitthvað lengi að skipta. Hljóta að fá viðvörun næst ef þetta gerist aftur. Jæja, Fjölnir stelpur ná honum. Karin Ósk nær bekkinum og það sennilega æsing. Já, það æsing. Ekki alveg nógu góð sending, en fín hugmynd. Einhver á spjallinu að pæla hvort að lýsandi væri að norðan og það hárið. Hann á norðan. Hreinsa vel út. Þetta svona iconic Bjarna move. Vinnan inn í varnarsvæði og rullólum eftir battanum upp weak side vænginn. En hvað með það? Gunnbjörg komið með hann. Úss. Nú var það Sunna þetta, já, droppar á manna vel. Kolbrún. Nei, allt og þröngt. Bökkurinn fyrir alla leið yfir. Nei, heyrðu, þetta var skrítið. Þetta var ekkert smá skrítið. Og Murphy með hann, hendur honum á markið og, já, Fristur. Þarna fór, hausinn á einhverju leikmanni þessa, þarna bara í smá frí. Ég var ekki alveg að skilja þetta. Ætlaði sennilega eitthvað, dömpbólum eitthvað út í horn, en það fór bara í hliðarstöngin á markinu. Og á uppskáru Fjölnir stelpur þetta hálf færi. Og vel varið á endanum. Birta sá til þess að verja þetta. Þá það Elín. Stífri baráttu hérna. Elín aftur vippar inn og skot á mark. Elín með pökkinn. Og svo setur hann hérna. Nei, setur hann ekki upp. Þá koma þær. Eva. Einn á marki og nei. Það er varið allt annað leikur heldur eins og síðasti. Herðu, ómargir á ís eða hvað? Nei, kallega ekkert. Tætt var það þó, en það var að Saga. Þá það Saga. Komin hérna, þræðir sennilega, já, fyrir fram hjá einni og nær skoti. Hilma með bökkinn uppi og nei. Deflection, stórhættulegt. Flýgur hann yfir krísuna út í hitt-hornið. Skulum sjá. Ok, Sigrún hérna með löngu kýluna. Jæja, stígur vel út. Teresa í baráttunni. Kærulaust. Inga með pökkinn upp á blái og nei, það varið. Fer í púðan hjá markmannunum. Og skotur á blái, framhjá. Inga Aradóttir. Ekki nógu góð sending. Steinun hendur honum djúpt, pressar svona létt, og nær honum. Katrín
Það nú eitthvað aðeins að vakna betur í þessar annari periódu. Þarna fær Katrín pökkinn. Ætlum svari bara fyrir þetta strax, hver veit. Þær fara ekki í hana. Hún nær fullri ferð og... Nei, varið. Góður sprettur á Katrínu og ekkert síður vel varið hjá Andreu. Snögg sókn. Kristín komin yfir. Er þetta dómur? Nei. Þær kalla ekki neitt. Þetta var á gráu svæði að mér finnst, en það skiptir bara engu máli. Hvað mér finnst. Kolbrún, tannlæknadóttirinn mætt hérna, fer fram hjá einni og stöngin! Nei, herðu, fullorðis tækling hérna. Sunna alltaf auðvitaðstar í kringu það allt saman. Og Saga upp á topp og skýtur og... Það er varið. Já, dömum minn og herrar, það er alvöru leikur hérna. Leið og við erum að klukka í 30 mínútna spiltíma. Og þá er leikurinn hálfnaður fyrir þá sem ekki vita. Saga. Já, nei, þetta er... Það eru bara að stilla upp í face og þarna. Sjáu ég hvernig SA-stelpur stillu upp. Aðeins öðruvísi. Þarna kemur þetta. Iconic dæmi, sko. Grafavog special. Koma þær, hendur nú djúft. Þá hún ekki að ná þessu. Finnst eins og dómaratríóið þori ekki að dæma á svona, eftir 9 æsing-reglunni. Svona að leyfa þess að rúlla ef að varnarmaðurinn á séns að ná pekkinum. En sjáum hvort það batni eitthvað með seinni í dag. Og Jónína, já. Þarna, þetta er stórhættulegt. Eva Karlsdóttir með pökkinn. Hendur hún myndi upp, Inga nær hún myndi utan svæði. Setur hérna á Katrínu, Katrín á Maríu. Nei, aðeins svo framalega fyrir Evu. Þó, já. Inga nær pekkinum, hendur hún strax upp aftur. Þetta eru ódýrt hvernig þær eru að henda pekkinu frá sér. Villu vekk, bæði lið. Greta, sniðugt. Sigrún, vá, vel gert. Æja, Inga étur hana. Átti ekki séns. Þá kemur Inga á ferðinni og hendur í skot og það er gripið. Það er bara gripið. Það er ekki flókið. Það var bara beint í hanskan. Já, mér skilst hún heitir Andrea, þessi markmaður. Ég kann ekki meiri deilið á hann en það. Lánsmaður úr Skautafélagi Reykjavíkur, held ég. Jafnvel eitthvað sem að Siggi Sig þarf að skoða. Hver veit. En það er face-off. Saga Blöndal með pökkinn. Upp á Berglindi, Saga með skot og rebound. Annar rebound. Það er allt í járnum hérna. Murphy með pökkinn, fett djúft. Saga, herðu, wow, Saga fer í eitthvað. Fer eitthvað að gaspra á dómaran hérna í miðri sókn hjá Fjölnismönnum. Og herðu, vel hreinsa hjá Teresu. Hversu vel gert. Léttir á pressuna fyrir Skautafélag Akureyrar. Herðu, það er verið að... Herðu. Ramöglu stemmingin í húsinu. Steinum með pökkinn, fer með hann inn. Saga gjössalega étur hana. Og þá er það flugbrautin. Saga er komin á fulla ferð og þræðir eina. Fara aðeins og langt frá. Hún er ennþá með pökkinn. Sergei Sackstæl hendur hann inn og wow, næstu í mark. Kolbrún ennþá með hann. Róar þetta aðeins niður. Herðu, hendur hann inn. Það er út með hann. Spurning hvað Saga gerir núna. Já, fer strax aftur. Hendur hann beint inn. Nú þarf það að vera allar út. Og nú má vera inn. Ok. Sigrún Agatha með hann hérna. Lappa með hann inn. Fer. Já, hún kemst ekki svo glatt fram hjá. Hendur hann þarna. Það er nefnilega það. Ára Sunna komið pökkinn. Hendur hann með það yfir á Kolbrúnu. Kolbrún með hann á kantinu. Deflection fyrir hann í hot. Sunna. Já, eitthvað var þetta. Sömuleiðis þetta, bara eitthvað.
Og, já. María missir aðeins að bekkinum. Aðalheiður reynir eitthvað aðeins. Jónína á, heyrðu. María þarna með gott skot. Eva Karlsdóttir hún í horni. Greta á mótinni, ítir aðeins vel í hana. Karen hreinsar eitthvað upp. Katrín, það er Kilva í ísnum, það tröflar. Það er dómur. Dómur. Eva Karvelsdóttir er með skjátlastingi. Röffi. Það er ekkert annað. Þetta er eitthvað sem bróðir hennar Ögmundur kenndi í gamla daga. Það er að vera að hugreista hana aðeins eitthvað. Hvort þetta er fyrir Greta. Greta Jónsdóttir. Systir Elvars. Stórmeistara. Að norðan. Og þá eru Fjölnistelpur á yfirtölu næstu 2 mínúturnar. Elín kemur inn á. Dómarinn vill ekki sjá það. Hún var á seina að skipta. Það getur verið dýrmætt. Herri, bitu. Nú öskrar Ari á bekk SA bara hvað er í gangi hérna. Skilur ekkert í þessu. Það er nú kannski ekki besta bluffið að vera með hvítan hjálm og ætlar henni að smygla sér inn á. Frekar auðvitað að sjá hver það ert sko, en sjáum hvernig það fer. Fjölnistelpur vinna face-offið, henda honum strax frá sér aftur. Athyglisvert. Nei, herðu, dettur hún þarna. Elín með pökkinn, setur hann ofan í hot. Teresa hreinsa bara, setur svo góða pressu hérna á þær. Spurning hvað að gera núna. Bökkurinn laus. Teresa heldur áfram. Skotamark. Elísa róar þetta niður, fer alveg aftast á völlin. Gefur eina sendingu og Steinun. Missir aðeins að bekkinum. Saga kemur og hreinsar. Var að Saga, já, hreinsar bara. Það eru 1 mínúta eftir að refsi tímanum. Sunna étur hann þarna í horninu, á ekki séns. Snýr sér þarna við. Hefði verið hægt að dæma á þetta, þá hefði þetta verið 4. brotið sem hefur verið dæmt þegar Sunna á í hlut. En aldrei er hún svo brotlega, en ekki dæmt. Arndís fær pökkinn, horfir yfir. Herðu, ok. Vel gert, Sunna með pökkinn. Gleymum því ekki að það er Fjölnir sem er á yfirtölu. Þannig að allt svona rugl er bara betra fyrir Akureyringa og Kolbrún tekur pökkinn, skýtur og marka! Pökkurinn fer ofan á markið, fer fyrst í hanskan. Fer svo ofan á markið. Kolbrún með gott skot þarna, Steinun með pökkinn, upp á bláu. Steinun þarna djúpt á móti Jóninu. Það er svona 40 ára reynsla á ísnum þarna á milli þeirra tveggja. Steinun og Jónína. Allavega segi ég. Sennilega meira. 50-60 og nei! Þetta hefur verið fullkomið fyrir Opposi. Rúnar F notar söngröddina til að ná athygli dómarana hérna. Óskar eftir jarðtengingu. Af hverju var þetta æsing? Dómari tekur þetta á sig, viðurkennir mistökin. Það er allan að jákvæmt. Fyrsta skrefið að öllu, það er að viðurkenna. Þá skipta Akureyringar fyrsta má. Það er að Saga upp á Berglind hérna aftur.
Berglind þetta með hann. Út á væng. Koma þetta flegiferð. Hilma komin í dauðafæri. Nei. Teresa fyrir veitur fram að það reyna það. Önnarna. Lausbökkur. Saga með hann upp á bláu. Og defleksjón eitthvað út í hot. Hilma nærálum. Hilma Bergsdóttir með hann. Falleg sending upp á bláu. Aðalheiður hendur honum djúft. Elín nær pekkinum hérna. Lappa bara rólega hérna upp völlin. Það bakka fullt mikið hérna þessar stelpur. Elín, já, hendir í, já, bara setur hann eitthvað. Eva, það er biðdómur á þessu. Og já, nú kemur hann. Ég sé það bara á Rúnari, þjálfara SA, hann er ekki sáttur. Hvort hann sé ekki sáttur við sína stelpur eða dómaran, eða bara bæði, gæti verið. Sýnist þetta að vera Berglind Leifsdóttir sem að tilli sér í bóksið. Þá er nú spurning hvort það er skipta í tíma til að ná mannulegum inn. En engin Elín í vörninni í þetta skipti. Og já, spurning hvað gerist hérna. Hvort það ná að setja upp, þar hafi ekki ná að setja mikið upp Fjölnistelpur í sóknarsvæðinu í powerplay þar að segja. Þetta er rólegt núna, það er flott, hún var auðanís, lappar, stöngin. Kolbrún hraust þarna í horninu, hendi pekkinu frá sér á Sunnu vinkonu sína. Sunna hendur hún bara djúft. Greta með hann í horninu, setur hann upp. Nei, herru. Það er Kolbrún. Skot. Missenda skot. Hún nær á aftur, Kolbrún Gerðarsdóttir með hann. Setur hann upp á bláu á Ardísi, aftur á Kolbrúnu. Katrín Björnsdóttir upp á. Þarna var eitthvað Harlem Globetrotters stönd í gangi milli Katrínar og Sunnu. Slá hann í loftinu og eitthvað voða flott. En Katrín með hann, setur hann í ramman of langt frá Jónínu. Greta með hann, setur hann upp. Sigrún Agata með hann. Lappar inn í vandræði og missir svo bökinn. Katrín missetna hreinsum, fer hann í leggleðunar hjá öðru leikmanni, Sigrún með hann. Sigrún lappar auðveldlega fram hjá Katrínu upp í slotti. Þá er það Eva komin á ferðina, sjá hvað gerist. Elín nennir ekki að bíða eftir henni og stígur á stokk, en jú, það bara árangur. Hún nær pekkinum. Já, þarna segir Eva einhver góð orð við dómaran, fer ekki nánar út í það. Elín komur upp hér megin og Fílík missir þetta kilvu einhver, Kristín með bökkin. Og svo snúa við og já, lafleg skot á mark. En þau telja annað flott skot. Það er reynsa, spila 5 á 5. Og þá er nú æsing. Það verðist allt stefna í það að verði ekkert skorað í þessu leikluta og hlýða sá þriðji verði þá ekki bara enn betri fyrir vikið. Eva fær pökkinn á kantinum, er með Berglindi með sér og Hilma líka með henni. Var þetta offside? Nei, er svarið. Hilma með pökkinn og já, ok, hendur honum bara eitthvað inn í slottið. Fjölnistelpur ná honum aftur. Þá fer hún bak við markið og setur upp leikkerfi. Nei, gerir bara, hreinsa bara eitthvað út. Vel gert, fín sending. Þarna hefði mátt gera betur. Þarna er Saga. Droppar, vel gert á Sunnu. Fylgist nú vel með Sunnu. Flott sendingu upp.
Kolbrún. Sunna tekur hann aftur. Hún er komin á fleygiferð. Pressar. Og gefur hann frá sér. Ætlaði að setja hann þarna inn, þræða hann inn í miðuna. Var ekki árangur. Sunna ekki sátt hún fyrir út af. Slæra hans í ramman. En það er sennilega síðasta sem hún gerir núna í þessari leikluta. Saga með pökkinn upp á Jónínu. Kolbrún með pökkinn. Gleymir að gera eitthvað. Saga er komin aftur. 5 sekúndur eftir og nei, hún er fyrir. Eva Karlsdóttir verður fyrir skoturinn að Sögu og pökkurinn nær ekki inn á markið og sýnist bara Eva hafa meitt sig fyrir þetta. Þannig endaði það nú 2-2 eftir leikluta nr. 2 og við komum aftur eftir. Ég myndi deyja fyrir stelpurnar mínar. Ég myndi deyja fyrir stelpurnar mínar. Ég myndi deyja fyrir stelpurnar mínar. Ég myndi deyja fyrir þær. Ég myndi deyja fyrir þær. Ég myndi deyja fyrir þær. Allar. Ég myndi deyja fyrir þær. 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 Allar.
svo þeir kalla mig steik. Fokka ekki ykkur því að þið eru fake. Ég bossið með það, for God's sake. Þau svo blessa að hugsa æði. Búin að gera betur, ég kom takk í fæði. Stór rassi, stór læði. Ég á ekki erfitt með að kalla fram sæði. So what you call, bitch? Bossið með aðeins, bitch. Nicky Stam, bitch. Þú vissir það, bitch. Rassin stór á röddin squeaky. Alltaf hættu þess að sjást en að kiki. Sett svo börjum að hættu svo flexi. Þeir skilta penning og annað að vexti. Sýstin að reykja með bensinn að kexi. Ég í spegil því ég svo sexy. Ég í spegil að dæmi að fuck up og pull up í tíðum. Ég við döndabúr, rassin með kexi. Svo andið að hættu og fáið spætt. Þess ég er untouchable. Þeir ekki housewife, þó í sem veik. Gunni motherfucker, svo þeir kalla mig steik. Fokka ekki ykkur því að þið eru fake. Ég bossið með það, for God's sake. Þeir ekki housewife, þó í sem veik. Jag vill en koko, rassen är magic om han är med voodoo. Han är så fäck att han är i popo. Kläder i fett, jag tycker det är popo. Gissar av isen till snacken och bok. Och ramen är dålig så snackar som hop. Sitter i bild och sen tiden i polo. Jag vet inte vad man jag vill med då. Där vill jag alltid ha en bassa under venue. Jag är en jätte så bitches där jag är menu. Jag är skinny legend, jag är game of thing. No waste är så patte och rassen vinner glid. Drop, drop, drop.
Ég vinn að vinnum menn erum að fá sér. Bara að draka tóna drekkjum menn erum að fá sér. Drekkum undir borðið bitur menn erum að fá sér. Menn eru með á sér en láta ekki ná sér. Sælum þegar skjálpur í skjólti með hellingar rommi, við hellum því koni. Við erum með bölsinn í botni og kíkjum því að þú kíkir brundi og stolti. Því að ég þreilaður, drekkjumadur sem eyðir motherfucking auðofið minn drekkjumadur. Skorrað á mennast að þú sem eiga bar því þú drakkum undir borðið þá drakk ég bara fara. Þetta sem það rífur í hás og lætur mig rífa kjaft og vilja slás. Hvort sem í bænum eða útilegum menn eru útilegum menn eða sem í hooligans. Og hvaða menn eru að fá sér. Svakalegir menn eru að fá sér. Já, svakalegir menn eru að fá sér. Menn sem fór ekki brosið það er ekki sér sem á sér. Róttulegur, gelta og glefsa, mafsa og rafsa, allt að bremsa. Drekkið og ég drekk á móti. Þar til lifurinn köld og svört eins og nóttin. Þetta Raggi Bjarna. Það bara eitt sem ég hef að segja þetta. Allir að fá þér. Allir að fá þér. Allir að fá þér. Já, allir að fá þér. Allir að fá þér. Allir að fá þér. Allir að fá þér. Já. Allir að fá þér. Allir að fá þér. Allir að fá þér. Já, allir að fá þér. Þá hefjum við aftur leika. Andri Freyr Sverrisson með ykkur hérna beint úr Egilshöllinni og Essa með skot á mark Berglind og lausbökkur eða hvað, nei. Virðist vera einhver miklar hreyfingar á bekkjunum. Hver einu vexilega að spila núna. Saga með bekkinn på blái. Berglind. Lítið að gerast. Teresa reynir að þræða í gegn, það er ekki að gera það. Aðalheiður missir að bekkinum. Kemur ekki að sök, Saga með hann aftur inn. Má bara þetta Harpa nær honum út. Saga með bökinn. Snýr sig við, reyna að finna samherja. Þetta er bara bak við mark. Gefur í og er lögð af stað. Fyrir hjá einni, annari, þriðju og nær skoti framhjá fyrst til að ná í reboundið. Og já, fyrir hjá Sergej Saksstæl reyna að gera allt sjálfur bara.
í Jónína með stórhættulega sendingu, var þetta ekki rángstæðu? Fjölnir skorar! Fjölnir skorar! Sýndist þetta að vera Jónína með dýrmistök á blálínunni. Ég get nú ekki sagt annað en að mér fannst lykt af þessari rángstöðulykt, ætla ég nú að segja. Af þessu öllu saman, en dómaratríóið virðist ekki vera á sama máli. Og Fjölnir-stelpur eru komnar yfir. Þriðja mark Fjölnir skorar Sigrún Erna Arnardóttir. Þá það þessar stelpur koma við pökkinn, Katrín meðan, Katrín Björnsdóttir setur hann yfir á Ingu, Inga upp á Kolbrúnu, Kolbrún hendur hún eitthvað miði og vonar að besta, ber ekki árangur. Þá það Katrín aftur, Katrín Björnsdóttir fer bak við mark, sendir upp á Kolbrúnu. Kolbrún missir pökkinn, Sigrún nær honum, ná ekki í skoti, Sigrún komin í gírinn, þið sjáu það. Sigrún og pökkurinn inn og skoti í leggleginn á Katrínu, Inga nær pekkinu, Kolbrún með hann, allir hún hendur hann alveg yfir, já, svarið. Gunnborg lætur Kolbrún fá pökkinn, Kolbrún fyrir með hann inn, bak við mark, róleg, yfirveg fyrir skiptingu, vel gert, Arndís með skot, það yfir og framhjá. Saga Blöndal, þarna dettur Murphy fyrir framan nefið á henni og pökkurinn bak við markið, Berglind með hann, upp á Teresu, Teresa lappar upp, droppar, glórulaus droppsending og Kristín kemur á playferð en Teresa vinnur vel tilbaka, nær pekkinu aftur af henni, já, étur hana, hendur hún strax upp aftur og það Hilma hendur honum eitthvað og Arndís stígur upp, fer inn, nei, fer ekki inn, það rángsta, nei. Elín, hvað kallið? Já, hérna það dæmt á þetta. Eitthvað ódýrt að manni fannst. En það svo sem góð ástæði fyrir að ég ekki með dómaraból og ætla ekki að vera pælandi meir í því. Nú Rúnar F. búinn að renna frá úlpunni og ef hans stelpur fara ekki að laga stöðuna bráðum þá geta að fara að góla eitthvað. Fjölnir stelpur með pökkinn upp á bláu og nær nú að snúa og pökkurinn fer framhjá. Steinun þarna allt í öllu núna. Má ég sjá, Inga nær að hreinsa þessu upp. Harpa Dögg. Katrín Björnsdóttir hendur honum upp. Karen, Sigrún, Jónína nær að vera fyrir Steinun. Jónína í baráttunni, Sigrún, svo kemur, já, einhver, hendir pökkinu, Marja, fer út af Greta með pökkinn, hendir honum hérna alla leiðina yfir og það of margir á ís hjá Fjölnir-stelpum, dýrt það, þegar að þú ert að spila á yfirtölu og svona klúrast. Núna verður spila 4-4 í mínútu, rétt rúman. Svo að eiga akureyrsku stelpurnar að spila einum fleiri eftir það. Gulla markmaður fylgir Fjölnir-stelpunni í bóksið, að hann fylgi. Og eins og áður sagði, 4-4. 4-4,
Sunna étur face-offið. En aðeins og först sending tilbaka á Sögu, Saga bakkar með hann út. Fjölnis, 21, Elísa Sigmundsdóttir. Kolbrún, hvað er hann að gera? Hún leggur á stað. Komin á fleygiferð. Hendur honum yfir og, nei, aðeins og hátt. Sunna með bökin. Hérna fyrir Sunna smá pláss. Það þýðir vandræði. Leggjast að róna á bökin, já. Aðalheiður hendi bökinu djúft, Karen. Hálfreinsuður einhver. Kolbrún á Sögu, Saga labbarinn, sjáðu þetta. Komin á stað, nei, missi bökin, skiptir ekki máli og nær honum aftur. Tekur stóran sveig, hendur honum á markið og hvað? Rétt framhjá. Sunna með bökin. Labbar. Kolbrún. Missi bökin. Saga með hann aftur, komin í dauðafæri, Saga! Gripið aldrei. Alveg með þetta. Einhver vandræðagangur á SA-stelpum. Hver að fara inn á. Mundu það ekki að það bara að vera 4 í nokkra sekundur viðbót. Hérna kemur 5. leikmaðurinn Ardís fyrir beint inn á. Berglindar pekkinum. Snýr við. Gefur tilbaka. Saga. Upp á Teresu. Vel gert hjá Fjölnistelpum. Losa þetta pressuna. Sigrún með góða hreinsun. Saga hendi pekkinu bara frá sér þarna. Mariana yfir á Elín. Losar allalið yfir. Jájá, markmaðurinn hjá SA gleymir sér aðeins. Óskar eftir æsing. Jájá, étinn eins og stundum er sagt. Elín hendur honum bara eitthvað frá sér. Og nú er jafnt í liðum aftur. Elísa kemur inn á. Og þá er Katrín lögð af stað og fer fram hjá einni. Greta nær bekkinu. Ardís upp á bláu. Hendur honum djúft hérna. Alla hann að senda ykkur á Katrín, náði ekki. Jónína fylgir hérna, harðfylgi. Murphy. Já, Sunna. Passa sig núna. Ok, game on. Sagði dómarinn, game on. Ardís með glórulaus mistök, tíjar þarna upp steinunni að með sýndist í slottinu og bara heppnin ein að þetta hafi ekki farið hreinlega inn, vel varið í markinu hjá Birtu og vippa beint í bringuna á Ardísi sem er að verja þetta, þó sé ekki markmaður. Sunna með bökin, hendur honum inn í miðjuna, nær þetta árangri, Kolbrún með skotamark. Sjáðu Sögu, Saga komin á ferðina og nær ekki skoti. Fjölnistelpun á bekkinu og komin út djúft, Harpa. Setur smá pressaður, Hilma komin á ferðina. Hilma getur skauta svo sannarlega, sjáðu hana, hún er komin á fleygiferð. Nær ykkur að stoppa hana, það er spurningin. Fer bak við marki, hendur honum inn og er þetta mark! Þetta er mark! Þetta var sennilega sjálfsmark að mér sýndist en átti þessu bara skilið eftir hennan fallega og flota sprett. Nú eru þar mættar að hugreista Andreu við markinu eftir þetta klaufalega mark. En vel gert hjá Hilmu, góð sprengingraftur í henni. Bergsdóttir, það segir mér ýmislegt. Og Akureyringar leiða með einu marki þegar 12 mínútur rúmlegar eftir. Nú er bara Fjölnistelpna að koma tilbaka, jafna leika, þetta er búið að vera mjög spennandi leikur.
Og Sigrún kominn. Nei, nær ekki bekkinum. Elín og snýr aftur bara tilbaka. Enda var hún rángstæður, hún Sigrún. Hendir honum hérna inn. Þetta er sennilega æsing og... Nei, sleppaði bara. Nennaði ekki. Það var það Katrín. Sigrún með löngu kíluna. Nær árangri. Murphy komin í færi. Vel unnið tilbaka. Já, Maríu. María stóð þarna fyrir henni á krúsjál tíma. Elín stoppar aðeins og stórhættulegt. Henda pekkinum alveg yfir, hann snerti akkurat, touch. Öskra dómarinn. Þá er Saga komin á ferðina. Hún er alveg að ná hámarkshraða, já, nær áfram. Nær áfram hjá 4 og nær að verja. Góður markmaður hann, góður markmaður í dag hjá Fjölni. Og hann kemstu fram hjá Ingu og Kolbrún vinnur tilbaka, bjarga vinkunum sinni hérna og hún er lögð af stað. Hún heldur áfram, skýlir pekkinum bara auðveldlega og skýtur hann í lappirnar á varnarmannunum. Hendur honum niður. Þar er Jónína. Aftur á Kolbrúnu og Kolbrún með skot og nei! Ná ekki að verja, það er Sunna farin að pæla hvað hann að gera. Þetta er droppsetting aftur, kærulegs droppsetting eins og áðan. Kolbrún, tannlæknadóttirinn mætt þarna. Hendi pekkinum fast upp, getur verið hættulegt. Já, pökkurinn fer allan út, það er engin ógn. Það var það Inga með pökkin. Inga með pökkin á Katrín Björnsdóttir. Katrín Björnsdóttir íhugar að leggja stað. Sendir hann upp á Teresu, Teresa hendur hún djúpt. Eva hann í baráttunni móti Teresu. Alheiður hendur hún djúpt, vel gert. Sennilega eitthvað sem að Rúnar hefur verið að æfa með stelpólum í vetur. Flott play, svolítið skrappi. Einhver baráttu pökkin, 2 móti 2 í horninu. Og pökkurinn í slottið og skotamark. Og pökkurinn er fristur. Það tæpast af aði hérna. Takk eftir uppstillingunni hjá S-stelpum í face-offum í sónarsvæði. Aðeins öðruvísi en svona hefðbundi er. Eva Karolsdóttir með pökkin djúpt, skýlir honum vel. Það er að henda honum fram í slottið. Nær ekki alveg að gera. Jónína pikkar upp pökkin. Hendir honum upp á Sögu. En ekki hverja. Karen hreinsar hérna upp. Þar er sennilega hún Aðalheiður að með sínist. Nei, herðu. Blindside hit frá Jónínu. Alveg óvart sennilega, sýndist mér. Nei, missir að bekkinum. Saga, pökkin. Hendur honum eitthvað fyrir. Sunna Hotslög fer bara út úr svæðinu. Finnur Gunnborgu. Murphy upp. Og hvað? Kolbrún er pökkinum. Kristína endaði með pökkin. Það náði skoti eða hvað? Nei, fer bakvið. Lætur sér detta eða dettur sjálf. Hver veit? Kristín með pökkin aftur djúft. Og gefur hann frá sér og auðvitað. Kolbrún með hann upp á Sunnu. Elín í liði Fjölnis. Tekur pökkin, hendur honum inn. Já, rángstað, það er rétt. Offside.
Já. Og Teresa fer á eftir Pekkirum, hendir honum í ramman. Steinun nær honum. Og hvað gerist? Steinun ennþá með hann, nær blá línunni, já, er svarið, hendir honum djúpt en enginn með henni í einhverja pressu. Katrín hérna, þær hendur honum djúpt. Og hvað nú? Þær eru svolítið einar, Fjölnistelpur, þær eru ekki að gera þetta saman, ekki eins vel og Akureyringar í það minnsta. Hilma komin á ferðina og, já, nær að pota í Pökkir hérna en Hilma heldur honum. Og hvað? Nei, stígur bara fyrir hana, vel gert. Saga með sendingu, beint í skautin á dómarunum. En Akureyringar náður hann aftur og Berglind með hann róar þetta aðeins niður. Sér Evu hann í miðinni. Hilma reynir hann bara skot. Kristín með bökkinn. Hún kemur pressa, sjáu þið hvað pressa vel. Strax þarna á Sigrúnu. Sigrún horfir upp, sér hvað option hún hefur. Fyrir utan við, Saga vel gert á Sögu. Tekur bara, potar í bökkinn. Það er bara stundu nóg. Og Marína með skot. Kristín í baráttunni, Saga nær honum aftur. Hún hendur honum upp ramman. Heyrðu. Athyglisvert. Og skot. Saga þarna. Liggur eitthvað aðeins í ísnum. Hún sé bara pínu pirruð. Eins og frændinar var á þessum aldri. Aðeins og first setting. Já, Kolbrún er farin að. Já, Kolbrún bara étur hana. Nær Pökkirum, hendur honum fyrir og Pökkurinn er laus. Inga fær Pökkinn hérna, rólega. Flýtir sér hægt, hendur honum inn í miðju og. Nei, nær ekki alveg. Þær hreinsa bara alveg út en það er icing. Ok, og við leggjum að stað aftur, Teresa með Pökkinn. Teresa er góð að skýla Pökkinu, það ná ekki. Og Pökkurinn upp í slotti. Sigrún nær honum og ætlar að þræða aðeins og fancy í nútrálsvæðinu. Teresa er komin á ferðina og hendur honum upp á Berglindi en Elín nær honum. Sigrún með þessa löngu kilvu. Það þarf að mæla hana, ég er að segja ykkur það. Katrín Björnsdóttir, yfirveguð, róleg, hendi Pökkinum frá sér en ekki nógu fast til að fara í icing eða hvað. Jú, það er svarið. Icing. Það er icing dæmt og uppkast, dómarakast. Kannski fallegra að segja í varnarsvæði Akureyringa. Jónína út af, þetta er athyglisvert. Rúnar F með eitthvað taktískt í gangi. Alltaf tvær í senderstöðuna, það er eitthvað samskiptaleysi. Allir mínir strákar að fokka. Hæ, ég heiti Brynjar. Og ég skal fokka. Og svo Inga nær Pökkinum. Hendur hann bakvið á Sögu. Saga, vel hreinsað. Nei! Hvað gerist nú? Kristín nær Pökkinum. Missir hann frá sér, nær honum aftur og er komin í færi og skýtur og framhjá.
Spurning hvað gerist núna. Þessar stelpur koma inn á fullu. Eva Karlsdóttir með pökkinn. Missir hann aðeins og langt frá sér. Og það er hendunum hann inn í miðuna. Vonaði besta. Jónína. Gleymdi bremsunum. Dómarinn, markmaðurinn eitthvað að kvinka sér. Sá ekki alveg hvað gerist þar. Spurning hvað er að gerast. Andri að ná í eitthvað. Teip bara. Hártegu, teip, ég veit það ekki. Örugglega ekkert alvarlegt. Meðan einhver að sækja eitthvað á Akureyringu líka. Eitthvað það. Það Teresa. Teresa búin að taka sér hjálminn og að fá sér boost, það ekki? Púst? Veit það ekki. Það bara róleg stemming í húsinu eins og Mætti heyra saumnál þetta. Saga búin að bretta upp ermar. Saga hérna hjá þessa stelpun búin að bretta upp ermarnar, tilbúin í þetta. Og við klappa hérna fyrir markmannunum, henni Andreu. Sem ekki á skýrslu. Ég veit ekki alveg hvernig það gengur í úrslitakeppni, en það þurfa einhverjir grindari mennin í að kíkja á það. Lögfræðingar jafnvel. Lögfræðingar á norðan, sé ekki meir. Og já, Kristín hreinsa bara út, 4 mínútur eftir. Saga með pökkinn. Sé flott sending. Gunnborg á Sunnu, Sunna snýr, hendur honum bara djúpt. Kolbrún í svona hálfpressu á Gretu. Greta hendur honum upp, Sigrún. Setur hann í miðuna, vel gert, flott spilað. Kristín kemur með hann, nær bláu línunni. Heldur bara áfram, hendur honum djúpt. Þetta bara vel drillað verð ég að segja. Og á Sigrún, hendur honum í miðuna og hvað? Kristín hendur einhverju vippi á hann inn. Murphy á miðinni, sá hann ekki neitt. Murphy ennþá með hann, hendur honum inn, laust skot. Kristín þarna í reboundið. Kolbrún hreinsar. Þetta sennilega æsing. Það æsing. Það Rúnar F. Farin að brosa. Það alltaf góð svitið þegar stóri maður fyrir að brosa. Nú hann að peppa stelpunnar á bekknum. Meðan að Emil bara pottslagur. Og við séum þetta allt í Svíþjóð. Saga með hreinsun sem gengur ekki alveg. Það ná skoti. Hreinsa pökkinn upp á Marinu með pökkinn. Hún missir hann. Náðar að komast í breakaway. Hver veit? Má ég sjá? Nei, vel gert hjá Elínu. Stendur vörnina vel. Passa vel auðvitað. Dómari segir bara game on. Game on. Saga. Steinun. Teresa með tæklingu í kvennalokki. Þetta bara banna. Greinilega þetta pústið sem hún fékk sér var aðeins svo öflugt fyrir hana. Núna þarf hún bara að setjast niður í 2 mínútur og kæla sig niður. Teresa Snorradóttir. Bara aðeins of harðskeytt. Þarna í augnablik.
Herðu, og það út úr svæðinu. Færa hálfmínútu eftir. Fjölniskonur spila á yfirtölu í 2 mínútur. Sending á Sigrún hérna upp. Og róa þetta niður, svolítið hátt í svæðinu, taka sénsinn á því, allt í góðu. Greta með hann upp á bláu, hendur honum bara inn. Og nei, skoti hliðarnetið og spila. Segir dómarinn, Katrín Björnsdóttir með pökkinn, snýr sig við, vel gert. Nær síðan snúninglu, nær ekki að hreinsa, pökkur upp á bláu. Núna fyrir hann loksins út, Greta með hann. Reynslu mikill leikmaður Greta, Sigrún að snúninglum og vá, það eins gott að tæklingar ekki leiðar í þessum flokki. Þarna var það slys. Núna liggur Ardís að mér sýnist á ísnum í varnarsvæði SA en Sunna komin í full fjör þarna hinum megin með 5 leikmenn eftir sér og Ardís virðist bara að vera meidd og við skulum bíða eftir að hún fái aðhlynningu áður en við getum haldið áfram. Spurning hvað hafi nú gerst, ég sá þetta ekki. Rúnar F mættur á ísinn. Þetta það sem við vildum sjá. Hann myndi allan að koma á ísinn. En nei, það allt í lagi með hana, sýnst mér. Það gott, þetta ekki alvarlegt. Já, hún bara dregin út. Sennilega einhver meiðsli í löpp. Þrjú og 101 sekúnda eftir. Ef ekkert verður skorað þá bara leikindi þrautar, farið í framlengingu og þá offside. Sigrún með pökkinn, 90 sekundur eftir, Sunna nær honum af henni, hendi pökkinum upp, pökkurinn út fyrir bláu, Saga vel gert, losa pressuna og þá Kolbrún mætt í 5. gír, skautar eftir honum, Sunna nær pökkinum djúpt, Sunna hendur hún á Kolbrúnu og einhver darraðadans þarna niður í horni, hreinsa hjá Hörpu og spila. Öskrað á dómaratriónu, Saga og tæft var það, vel gert. Kolbrún aðeins og first sending og já, heyrðu, wow. Þannig hérna, Saga öskrar á pökkinn, fær hann ekki, sendingi kemst ekki í gegn, það sendt í skautana og Kristín á eftir pökkinu. Það þarna 3, Murphy nær honum, Murphy tapar pökkinum, Teresa komin aftur á ferðina, sjáu þið Teresu. Nei, hendur honum frá sér. Og það Berglind og Karen tapar, nei, Hilma nær ekki að fara alveg fram hjá henni. Pökkurinn aftur í hot, 10 sekundur eftir, það dömp og við erum að fara í framlengingu. Kæruhálsar eða hvað, jú, það staðan. 3-3 eftir venjulega leiktíma og framlenging þarf til að knýja fram sigurvegara í þessu leik en rétt að minna á það að síðasti leikur fór 13-1 fyrir norðan á dögunum. Þannig að spurning hvað gert, hvort það sé farið yfir ísinn eða bara ekki, ég hef ekki hugmyndu það. Spila 3-3, 4-4, 3-3 sýnist mér vera málið. 5 mínútur, 3-3.
Sjáið styrktaraðal okkar í Fjölni. Matstöðin þarna er gott að borða. Gerði þau mistök, dýrmætu mistök að borða þarna í matstöðinni fyrir leik sem var ekki nógu gott þegar ég borðaði mikið. Það er ekki gott fyrir leik en það er nú bara hreinlega út að það er svo góð maturinn í matstöðinni, á matstöðinni upp á Höfða og mæli ég klálega með því. Rúnar F. er komin í skrifblokkina góðu eða er hann að senda frúnni SMS, ég sé það ekki alveg. Emil er með sænskan fund á bekknum. Nú eftir 5 mínútur pásuna þá mun taka við 5 mínútur framlíking þar sem að liðið spila 3-3. Upp á fullmann.
fer þetta að byrja. 3 á móti 3, 3 á móti 3 og 5 mínútur. Sigrún með skot, beint á mark. Það er varið. Kristín með pökkinn, hendur honum upp á Kareni. Karen með hann djúpt. Það er flott spil. Flott 1-2 spil. Hendur honum frá sér. Sunna tekin af stað. Horfum nú á Sunnu. Sunna komin á fleyferð. Hvað gerur hún? Virðist þreytt. Hendur honum þarna á Kolbrúnu. Næri ekki alveg til að Sunna með hann. Og Katrín með hann upp á bláu. Hendur honum inn og wow! Tætt var það. Sunna kloppar hana og fristi pökkinn. Nei, nærið ekki. Pökkurinn er laus. Pökkurinn er laus. Sigrún með hann. Hendur honum upp á Sunnu. Hún skýtur í legghliðarnar á Kristínu og pökkurinn út. Katrín með hann. Gefur hann á Berglindi. Og svo er það á Hilmu. Hilma með hann og fleyferð. Kemur inn, köttar inn og pökkurinn er laus. Og mark. Nei. Vá, hvað það var tæft. Murphy með hann. Setur hann í skautan, Steinum síðan, nær honum, tækling, Berglind, nær að tækla þetta aðeins, sér hún hann með sér, já, Saga er komin í færi, Saga skýtur og framhjá, nær að vera fyrir, Elín er eitthvað meitt jafnvel, ég veit ekki, það er skot, það er framhjá og Berglind þarf að sækja pökkinn út, við skulum sjá hvað gerist. Berglind með sendingu á Sögu. Hilma færa sig hann strax í kjölfar af því. Hún fer á milli 1 og 2 svo sagt er. Gefur dropsendingu. Elín að pekkinum. Fer út fyrir bláu. Og Elín greinlega orðin þreytt. Nú Jónína komin. Fertug, frísk. Er hann í horninu. Gefur hann út á Sögu. Saga komin. Nei, missir hann aðeins frá sér. Hún setur hann á Arndísi, Arndís, og það er greipið. Já, hérna, ég er ekki sem að ég sé svona spennandi kvennaleg, bara aldrei. Og núna er Rúnar F að gera eitthvað rétt, hafa Jónínu inn á. Jónína vinnur, face-offið á Inga mjög skot frá bláu, vel varið. Nú er Sigrún með hann, horfið á Sigrúnu, hún tekur á stjá og hendir einnig bara af sér. Rángstaða, hann þarf þetta bara út. Karen nær pekkinum, sennilega fer bara hérna sjálf upp og svo hendir honum, aðeins frá sér. Inga með hann upp á Sunnu, hún er með hann yfir, nei, nær ekki sendingun yfir. Sigrún bömbar hann aðeins Sunnu, Sunna er síðan orðin vel þreytt. Nei, hún er ennþá með hann, Nei! Tæft var það. Kolbrún, tannlæknadóttirinn, var í dauðafæri, nær ekki, Inga mendir. Og, það er yfir ekki undan, maður getur ekki litið undan þessu. Herru, það er færi! Fjölnistelpur konar inn að Steinun og skýtur, það er varið! Það er varið, hvað erum við að horfa upp á hérna, kæru gestir? Þá er það Kolbrún á Berglind komin inn á móti marki og Berglind og það er varið! Það er varið! Þetta er rosalegt, ég veit ekki hvað er að gerast hérna. Hvað er eiga sér stað? Þessar stelpur komnar, lagðar af stað, hvort þetta er ekki Hilma, sýnist mér, hún har bara einn mann eftir, eða hvað, jú, hún er þarna! Brot! Nei, dómarinn segir bara gjöru svo vel að standa upp. Þá var það Berglind nær, skoti. Katrín Björnsdóttir. Herru, 2 á móti 3, þetta er stórhættulegt, Katrín kemur inn, ennþá með pökkinn, tekur hann á bakvöld. Hendur honum framhjá, Elín nær pekkinum, skýlir honum vel. Ætlaði að fara í skiptingu Fjölnistelpur, ég veit það ekki. Steinun nær pekkinum, hún er bara lengi inn á. Sjáum hvað gerist. Á Sigrúnu komin í færi og skýtu, það er yfir og framhjá. 30 sekúndur eftir. Katrín með pökkinn. Við erum 30 sekúndur frá að fara í vítakeppni.
Katrín, eitthvað hugsun, veit ekki alveg hvað hann að gera, snýsir bara við í róleitunum. Sunna er komin, Saga öskrar eins og hann á kyn til. Nei, þetta er ekki Saga, þetta er Kolbrún. Kolbrún með bökinn, 1 á móti mark, 1 á móti mann, 1 og 1, það er skot í slána. Hann fór í slána. Kolbrún, ennþá með hann. Hérna er Saga. Hann er 2 sekundur eftir og það er, búið. Saga leggst bara niður. Steinunn líka. Greinlega tekið mikið á þessi leikur. Ég get vottað það. Búið að vera mikið í gangi. Saga búin að vera góð í dag. Allt í öllu hérna. Liðið þessa. Og framöndan er vító. Já, það er spurning hvað er í gangi. Það er diskoljósin. Það er verið að prófa þau. Slökkva ljósin líka. Sjáum hvað býður okkar. Það er verið að keyra Zamboni inn hérna fram og tilbaka. Lítið af bleytu. Sennilega engin. Bara aðeins að slétta út svæði fyrir vítaskotin. For our English-speaking watchers, this is our precious Zamboni here in Grafarvogur, Iceland. A beautiful Zamboni, to say the least.
Það nefnilega það. Þá Zamboni skrýmslið búið að ljóka sér af og kominn út af ísnum. Sýnist Rúnar F. þjálfari vera að kæla einhvern leikmann niður með að sveifla möppunni framan í hana. Svo heitt í hamsi hér í kvöld. Spurning hver það var sem að tapaði cointossinu og hver fær að byrja. Andrea að minnsta kosti fer í markið en Birta lík í markinu, komin í markið. Það er Kolbrún. Kolbrún, aðstofafyrirliði Skautafélags Akureyrar, komin út á ís og það bara eitt vítaskot, bannað að bremsa. Kolbrún Garðarsdóttir fer upp rólega upp á Andreu og hvað, skýtur og það varði. Nær ekki að skora, vel varði hjá Andreu. Þá það Kristín fyrir Fjölnistelpur, kemur hérna og ætlar að reyna að skora hjá Birtu í markinu. Skulum sjá, Kristín fer hérna breitt út, fer svo út í línu, kemur á móti, feikar, skýtur, varið. Vel varið. Ekki alveg nóg mikil sannfæring í þessu upplaupi hjá henni. Vara Sunna, það Sunna. Sunna mætt, Pottslög, tekur bökinn, setti 3 síðasta leik. Hún flott í dag, kemur hérna upp, feikar, já og varið. Nær að pota kylfunni í bökinn og Sunna nær ekki skotinu. En það Murphy, sýnist mér, næst á dagskrá fyrir Fjölnisliðið. Lára Murphy og fer hérna á móti Birtu. Allar svo rólegar eitthvað. Kemur hérna upp og svo skýtur og upp í horn. Upp í samskeytin. Glæsilegt mark. Lára Murphy, fyrsta mark Fjölnis í þessari vítakeppni. Og Saga nokkuð Blöndal mætir til leiks. Aðstofafyrirliði einnig eins og Kolbrún, freista þess að skora á móti Andreu. Hún kemur hérna á aðeins aðra tempói, kemur inn, skýtur og það er varið! Nú veit að dómarinn ekkert hvað það þýðir, hvort að leikurinn sé búinn eða ekki. Ég held að það sé bara búinn. Fjölnir búinn að sigra leikinn og það jafnt í einvíginu Íslandsmeistaratitlinn 2021 í kvennaflokki. 1-1 staðan og þær fagna hérna gríðarlega. Vel gert. Fjölnistelpur heldur betur flott hjá þeim að svara frá síðasta leik. Þar sem að töpu 13-1 kæru hálsar, 13-1 og vinna hérna í vító.
Mjög vel gert hjá Fjölnistelpum og einvið er í jafnt. 1-1. Leikur hjá þeim. Ekki svo langt í næsta leik. Laugardaginn ætlaði að gíska og þær fagna hérna. Þakka fyrir stuðninginn sem var frábær. Og við minnum aftur á Stubbs appið, Stubbur, Play Store, App Store. Náið það, styrkja Fjölni. En ég heiti Andri Freyr Sverrisson. Það er búin að vera lýsandi hérna með okkur í kvöld. Frumraunin mín í lýsingum, jómfrúarferð, svo má segja. Og þakka kærlega fyrir áhorfið. Yfir út.